salnum. Við erum að fara yfir lexíuna og þessu sinni erum við að fara yfir lexíu 9 sem söfnuðurinn og menntun. Og það Helgi Jónsson og Kristján Sigurðsson og ég, Katrín. Og við ætlum að hvetja ykkur sérstaklega öll sem eru heima að taka þátt í umfjöllun og bara óskum ykkur, bara öllum bara gleðilegra jóla, senn og allt það. Við ætlum að byrja á því að syngja heima sálm sem heitir Hjarta Jesús gefur, númer 177. Nú ætlum við að skoða kristniboðssögu og það mann Bagitcha Singh sem frá Indlandi og hér með hefst lestur. Bagitcha Singh hafði tilbeðið tré og skurðgoð í hofi á heimili sínu í litlu indversku þorpi. Hann trúði á kraft guðanna og þakkaði þeim fyrir að hafa gert hann að auðugum töfralækni. Fólk flykktist að heimili hans í Mundrikimra þorpinu til að verða læknað. Bagitcha hafði allt sem hann þurfti á að halda nema eitt. Hún skorti hugarró. Skyndilega varð hann lasinn. Hann kastaði upp í sífellu. Honum svimaði.
Hausverkurinn var að gera út af við hann. Hann sneri sér að göldrum til að lækna sig, en það sem virtist hafa læknað aðra virkaði ekki fyrir hann. Hann leitaði til mismunandi lækna og greiddi þeim ríkulega fyrir, en enginn þeirra gat hjálpað. Ég hefi dauðans dyr, sagði hann við fjölskyldu sína. Þetta var erfitt fyrir atvinnu hans því hann var töfralæknir. En fólk hélt áfram að koma til hans stund og leitaði hjálpar. En hann sneri fólkinu burt og sagði, ég get ekki læknað þig, því ég er sjálfur lasinn. Dag eitt sótti sonur hans trúboðan, Global Mission Pioneer, sem leiddi kirkju 7. dags aðventista í nágrannaþorpi. Hann bað hann að biðja fyrir föður sínum. Trúboðinn, Samson Soni, fór að heimili Bakitsha en töfralæknirinn neitaði að tala við hann. Ég vil enga bænir, sagði Bakitsha. Töfralækningamátturinn minn er mun máttugari en þinn Guð. Samson lét ekki segjast og bað enga síður fyrir honum. Heilsu Bakitsha hrakaði stuttu eftir heimsóknina og farið var með hann á spítal í borginni Jalatar. En þar búi 1 milljón manns og borgin er í 90 mínútu akstursfjarlægð. Læknirinn þar skoða Bakitsha og tilkynnir honum svo að hann sé með heilaæxli. Þú munt ekki lifa lengi nema við framkvæmdum skurðaðgerð, sagði læknirinn. En aðgerðin mjög dýr og jafnvel þrátt fyrir Bakitsha hafi þénað vel sem töfralæknir hefði hann líka þegar eitt töluvert nú þegar í leit að lækningu. Hann og fjölskyldan hans áttu bara helminginn af verði aðgerðarinnar. Samson heyrði af því að Bakitsha hefði verið fluttur á spítal og ákvað að fara og heimsækja hann. Bakitsha leið eins og hann væri bjargarlaus og hrestist við að sjá Samson. Hann sneri sér að lækninum sem stóð þar hjá honum og sagði við hann, hér kemur Jesús sem hefur læknað mig. Samson bað læknirinn leyfi til að biðja. Læknirinn leyfði það og Samson bað til Guðs með tár í augunum. Kæri Guð, í nafni Jesús viltu lækna herra Bakitsha til þess að lofa nafn þitt í Jesú nafni. Amen. Næsta dag, þegar læknirinn var að framkvæma rannsóknir, fann hann sér til mikla undranar ekki æxlið. Hann kallaði inn sérfræðing fyrir annað álit. Sérfræðingurinn gat heldur ekki fundið æxlið. Þá mundi furðulostinn læknirinn eftir bæn Samson og spurði Bakitsha, hvar er heilaæxlið? Hvaða Guð trúið þú á? Bakitsha brosti og svaraði glaður í bragði, ég var lengi töfralæknir en trúboðurinn bað fyrir mér og hann hefur verið opinberað fyrir mér að Jesús, Hann hefur opinberað fyrir mér Jesús. Nú trúi ég á Jesús. Ég trúi því að Jesús hefði læknað mig og fjarlægt heilaæxlið. Jesús kom til mín í gegnum trúboðan. Næsta hvíldadag leitaði Bakitsha Samson í aðventkirkjunni í nágrannabænum. Þinn Jesús hefur læknað mig, sagði hann við hann. Í þorpinu sínu sagði hann vinum og fjölskyldu, ég hef verið læknaður og frelsaður undan töfrabröðum. Þú hefur líka að koma í kirkjuna þar sem að Jesús læknar. Fyrsti tilstilli vitnisburða Bakitsha höfðu margir að fara í kirkju á hvíldadögum. 50 manns lásu saman með Samson og helmingurinn þeirra skírðust í september 2018. Meðal þeirra var Bakitsha og 3 aðrir fjölskyldumeðlimir hans. Fleiri héldu áfram að lesa með Samson og aðrir bættust einnig í hópinn. Í dag er Bakitsha trúfasta meðlimi kirkjunnar og sendi þessi skilaboð til okkar. Biðið fyrir mér að ég megi reynast trúfasti drottni og veri undirbúin fyrir endurkomu Jesús. Bakitsha og 25 fjölskyldumeðlimir og vinir hans voru skírðir af Samson Gulam Mashis sem er sá aðventprestur sem er næstu þeirra þorpi. Hluti af 13. hvíldardagsfórninni þennan ársfjórðungs rennur til þess að byggja stærri kirkjur til þess að koma í stað þessari hörlegu og þéttsetnu kirkju í Amshitar sem er Samson prestur þjónar við núna. Sem sagt, nú er hvíldardagsfórninni fórnað í þetta verkefni. Þetta er ekkert smá mikið sem að hefur gengið á þarna í gegnum
bæn á einum töfralækni. Sem sagt, nú erum við að fara og við endilega biðjum ykkur að taka þátt í því að leggja fórnina í þetta. Við ætlum sem sagt að fara núna í leksíu 9 sem hérna söfnun og menntun og hann Helgi Jónsson, hann ætlar að leiða okkur og við hvetjum ykkur all heima fyrir að endilega taka þátt í hérna á streymi YouTube. Gjörðu svo vel, Helgi. Komið sæl. Gaman að fá að vera með ykkur hér í þessu streymi frá loftsalnum í dag. Og eins og Kata sagði, þá ætlum við að fjalla þessa leksíu. Þennan ársfjórðunginn erum við að fjalla menntun í ýmsum myndum og í dag fjalla leksían söfnuðinn og menntun, eða þá menntun sem fer fram í safnaðarstarfi. Og það þarf ekki að kynna þau frekar. Kitti og Kata eru hérna mér til fulltingis og ég ætla bara að velta fram örfáum spurningum og svo ætla þau að tala. Takk, Helgi. Já, takk svo leiðis. Kitti, má ég biðja þig að lesa minnisvesi fyrir okkur og kannski byrja með bæn þar og eftir? Já. Minnistextinn þessa vikuna er úr 1. Þessalóníkubréfi, öðrum kafla, vers 6 til og með 8. Og ég les hér: Ekki leitaði ég vegsemdar af mönnum, hvorki ykkur né öðrum, þótt ég hefði geta beitt myndileika sem postuli Krist. Nei, ég var mildur á meðal ykkar, eins og móðir sem hlúir að börnum sínum. Ég bar slíkt kærleiksþel til ykkar, að glaður hefði ég ekki einungis gefið yður fagnareindi Guðs, heldur og mitt eigið líf. Svo ástfólkin voru þér orðin mér. Skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þennan hvíldardag sem þú gefur okkur. Við þökkum þér fyrir að við getum komið hér saman. Við þökkum þér fyrir tæknina að við getum samt komið saman hér í gegnum streymið og við getum talað saman á Zoom og slíkt og ég bið þig bara að blessa þessa stund. Ég bið að þú megir útdeila þínum heilaga anda yfir okkur sem erum hér að tala, að við megum mæla orð frá þér en ekki okkur sjálfum. Ég bið líka að útdeila heilaga anda yfir söfnun okkar og alla þá sem að hlusta. Þú megir leiða og vernda þar til við sjáum þig aftur í skýjunum. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Hvernig það þegar við komum saman og erum að ræða leksíuna? Getur maður spurt hvaða spurningar sem í Hvíldardagsskóla? Getur maður spurt óþægilega spurninga? Já, varstu ekki að því? Nei. Fannst þér þessi óþægilega? Nei, ég var full. Nei, já, ég held allan það mín upplifun að við séum tiltölulega opin fyrir því en við erum kannski stundum fljót að koma með svörin, ég veit það ekki. Þegar við erum kannski oft með svörin og þá viljum við bara komast að svörunum strax, ég veit ekki. Kannski þurfum við stundum að ræða hlutina betur áður en að við neglum niðurstöðuna, ég veit ekki. Það geta alveg verið punktur. Ég hef alveg stundum þurft að hugsa mig tvisvar hvort að ég ætti eitthvað að vera að spyrja vissa spurningar, sko. En það samt alltaf þægilegt að spyrja spurningar, en maður samt bara eitthvað, ætti ég að spyrja þessa spurningu, hún kannski ekki alveg nákvæmlega í þessum ramma, þú veist. Að því að maður dettur stundum aðra spurningu í huga út frá annarri spurningu, vitið hvað ég meina? Maður lætur stundum ekki allt flakka, sko. En það er mjög gaman að spyrja spurningar fyrst í Hvíldardagsskóla. Ég upplifði mjög góð viðbrögð, sko. En ég held að ég fór ekki alltaf öllu, sko. Það fyrir kannski eftir því hvað það sem maður að spyrja eða fjalla Já. Maður alveg eftir því úr skóla, maður var ekki alltaf sko, fyrstur með hendun á lofti ef maður skildi ekki alveg, það var eiginlega líklegri ef maður vissi svarið, sko. Já, nákvæmlega. Það var frekar það, sko. Nákvæmlega. En segja þetta ekki einmitt líka í skólanum og það, ef það er eitthvað sem maður sjálfur skilur ekki, þá er mjög líklegt að sé einhver annar sem situr inn í herberginu eða sem maður skilur það ekki heldur. Akkúrat. Þannig að það að spurja, það geti verið til þess að annar nái líka betri skilningi. Já, nákvæmlega. Svo veit ég reyndar heldur ekki hversu ofta ekki sem maður hefur bara í vinnunni eða hvað sem maður er að gera. Maður byrjar að segja eitthvað svona, hvernig er þetta með þetta hérna? Og svo þegar maður er eiginlega búinn að segja það upp á þetta bara, já, er þetta ekki bara svona? Þú veist, þannig að stundum... Bara kom með svarið. Já, stundum bara er það tjáningin að segja spurningum sem skiptir máli.
En hvað þarf til að hvað þarf til þess að maður treystir sig til að spyrja spurninga sem að kunna vera erfiðar eða óþægilegar? Já, ég verð að segja að það er eitthvað sem að kemur mest áhugaverðast þegar það gerist og Steinunn er einmitt að segja það. Mjög skemmtilegast þegar koma erfiðar spurningar sem vekja nýjar umræður. Já, einmitt. Nýr vinkill, sko. Og Erik segir, auðvitað viljum við bara tala jákvætt. En þú veist, stundum þurfum við kannski að fara í eitthvað sem er erfitt, spyr ég á móti, sko. Af því að það kannski læknar eitthvað sem að þarf að gerast í öllum samfélagum, sko. Það er alltaf eitthvað sem að við erum að kljást við, hvort það sé kirkjufjölskylda eða heimilisfjölskylda eða vinnufjölskylda. Það er alltaf eitthvað sem þarf að ræða sem er erfitt, sko. Og það er kannski það sem er erfiðast sem er mikilvægast að ræða. Já, það þarf einhvern veginn að ná því bara að koma þess út á yfirborð, að stinga á kýlinu eða hvað sem það er. Stinga göt á myrkrið. Stinga göt á myrkrið, við komum því á eftir. Nákvæmlega. En mér fannst einmitt í minnisversinu sem var lastkiti, mér fannst svo mikilvægt það sem að Páll segir, hann sagði, nei, ég var mildur á meðal ykkar, eins og móðir sem hlúir að börnum sínum. Ég bar slíkt kærleiks þel til ykkar að glaður hefði ég ekki einungis gefið ykkur fagnaðarerindi Guðs, heldur ó mitt eigið líf. Svo ástfólgin voru þið orðin mér. Þannig að við sjáum í gegnum þetta mann sem að þykir svo vænt fólk, sem hann var að boða, sem hann var að tala við, þennan hóp sem hann var með, að það eiginlega var ofar öllu öðru fyrir honum. Og ég var að velta fyrir mér þessu ljósu og því sem Lexían er líka fjall þannig í fyrsta kaflanum bara á hvíldardeginum. Það er svo mikilvægt að það sé öryggi til staðar. Að við upplifum okkur örugg til þess að geta verið frjáls að því að tjá okkur. Já. Ég reyndar, þegar hún nefnir þetta svona sérstaklega, þá finnst mér líka bara merkilegt og það kannski voru efni í Lexíunni áður, þú veist, með leiðtoga og svoleiðis, en sjáum líka hvað Páll er ótrúlega leiðtogi, sko, hann er að leiða, sko, leggja allt í sölunar fyrir þá sem hann er að leiða. Þannig að það er líka alveg, svona mjög svona samræmt við fórnami Krist, þú veist, hann er leiðtogi en hann var samt að þó fætunar. Og þetta er mjög svona áhugavert. Hann er all in, eins og maður segir. Já. En já, ég er alveg sammála þegar ég kem aftur inn á það sem þú nefndir með öruggt umhverfi. Þú veist, ég held að þetta er þannig sem að menn reyna að gera á vinnustöðum, reyna að gera í kennslustofum, reyna að gera allstar og þar sem það er verið að læra, að þar sérstu öruggur að spyrja. Já. Þú megir spyrja spurningar. Því að ef maður það er svo oft og bara eins og mínum atvinnuferli, eða það sem ég er að vinna, þar er alveg lagt upp með það bara ef það er eitthvað sem þú ert í vafa með, spurðu bara strax, því að það mun spara tíma í svona skilvirkni og svoleiðis. Bara leiðu og rekst á eitthvað sem þú skilur ekki, spurðu bara strax. Það er allt í lagi, alltaf að spyrja margar spurningar, það er ekkert vandamál. Það er engar heimskulegar spurningar, bara spurðu, við kannski leysum þetta bara á 0-1 ef þú spyrir strax, en þú getur verið lengi hjarki einhverju. Og ég hugsa að það sé kannski óheppilegt í andlegri göngu eða andlegri menntun að vera kannski með sömu spurningarnar í mörg ár en þora aldrei að spyrja. Þú veist, kannski erfiðar spurningar eins og, þú veist, er ég frelsaður? Já. Þú veist, að sitja upp með þessa spurningu, nú er ég búin að vera í kirkjunni svo lengi, ég kann ekki vera að spyrja fólk út í þetta. Nákvæmlega. Skilurðu? Hvernig veit ég hvort ég er frelsaður eða ekki? Eða eitthvað svona, þú veist, mjög erfiðar spurningar sem eru kannski ekkert erfiðar. Ef við bara opnum á umræðina og leyfum fólki að spyrja. Og svo eru náttúrulega alls konar aðrar spurningar sem eru örugglega miklu erfiðari bara sem tengjast okkar samfélagi eða hvar við stöndum svona sem kristið fólk í bara daglegu lífi. Við stöndum frammi fyrir alls konar spurningum. Og við þurfum líka að geta spurt hvert annað, hvernig tækið þið á þessu? Já. En mér þótti svo góð tilvitnun í síðasta hluta Laugardalskaflans þar sem stendur
Ef söfnuðurinn á að vera menntasetur verður hann að skapa rúm þar sem einlægar samræður geta átt sér stað. Eins og góður kennari segir við nemendur sína, það eru engar heimskar spurningar, þá verðum við að skapa örugt umhverfi þar sem hver og einn getur vaxið í náð og skilningi á Guði og áformum hans með líf hans. Já. Mér finnst líka að út frá þessu þá er það líka að það er aldrei heldur vitlaus tilmæli eða heimsk tilmæli eða rangar skoðanir. Þú veist, af því að það er alltaf að vera með skoðun fyrir mér er að komast, þá ert að komast nær sannleikanum. Af því að þá ert að kosta einhverju loftið. Rétt eins og ég var svolítið nervus eða svona taugastyrk að vera eitthvað með kamerunni fyrir fram að mig og svo eitthvað, nú ætla ég að ræða eitthvað fræðilega út frá leksjunni, þú veist. En málið er að bara það eitt að kasta einhverju spurningu upp í loftið, þótt að hún sé bara mjög, hvað segir maður, svona augljós og við vitum svarið, bara út frá henni kemur önnur umræða. Það bara að kasta spurningu í loftið þótt hún sé bara spurning. Það kallar fram á samfélag. Eða það eitt að koma með mér finnst. Það kallar á líka. Það skiptir ekki máli hver útkoman er. Það er bara að hafa samskip. Og líða vel að vera séður í samfélagi, í kirkjunni. Ég upplifði það hérna hjá okkur að ég séð. Og þá þori ég að láta hlutina flakka. Þannig að það skiptir svo miklu máli að vera séður þrátt fyrir. Ég held að þetta sé enda mjög góða punktur. Mikilvægt að vera séður. Lexíuhöfundur heldur áfram á sunnudagskápanum og hann er að fjalla sko þetta með sannleika og allt mögulegt og hann veltir eiginlega upp þessu sko og það kannski var það bara það sem ég fékk út úr því að lesa þetta. Hefur þessi sannleikur eða sannleiki sem að við teljum okkur hafa, er hann einhvers virði ef að fólk er ekki örugt þegar það kemur hingað? Ef við erum ekki með sko umhverfi sem er umburðarlynt og kærleiksríkt og fordómalaust, ef við erum ekki með umhverfi sem að sko er laust við hroka, skiptir innihald boðskaparins einhverju máli ef við erum ekki með slíkt umhverfi eða missir að marks. Já, ég held einmitt að það geti nefnilega alveg gert það því að ef við erum að segja hérna að Kristur dó fyrir þig og við erum hérna kærleiks í samfélagi en svo erum við ekki að sýna það í verki. Þá getur það verið hérna mjög slæmt. Sko, af því að það er þessi, sko, þú veist, það sem þú segir og það sem þú gerir. Við getum líka talað um það hvað erum kærleiksrík og verið það svo ekki, baktalað svo í næstu setningu. Og það getur líka virkað alveg ennþá verra því að þú veist, þá ertu líka að halda þig fram og sért kærleiksríkur en það ert það ekki, kannski raun, þegar á reynir. En ég held líka bara, þú veist, stundum verið að velta þessu fyrir mér, sérstaklega með þennan punkt að getur það líka stundum verið að við upplifum einhver sem hroka eða fordóma sem að eru kannski ekki það. Af því að það er svo auðvelt fyrir mig að hugsa, sko ég hugsa svona, þannig að þess er að gera þetta, þannig að þá er hann að sýna einhver hroka fyrir mig. Og ég get bara nefnt dæmi, af því að ég mun örugglega aldrei gleyma þessu. Ég hugsa að Adrian sé löngu búinn að gleyma þessu. En við vorum sendir á námskeið í Bretlandi, í London, hérna fyrir mörgum árum síðan. Og breskur matur, ég ætla ekki að tala mikið um hann, en allavega, við fórum hérna í maturverslun einhvern tímann þegar prógramið var búið að kvöldidags. Og ég sé hérna 10 stykki af Mars eða Snickers, ég man ekki hvort það var, á 1 pund. Og þetta var náttúrulega bara miðað við íslenskt verð, þá var þetta bara grín, sko, það var ekki kannski 1 stykki á verð 10 þarna. Allavega, og ég hugsa svona með mér, en ég er með Adrian í búðinni, ég get ekki keypt súkkulaði fyrir framan Adrian, ég meina, hann er með heilsuboðskapinn alveg upp á 10, skiljur, og hann, þú veist, allar lífsstílsbreytingar sem hann hefur gert, ég hugsa bara með mér, þú veist, kannski get ég bara laumast í búðina seinna eða eitthvað, nei, ég hugsaði það nú ekki, en þú veist, ég hugsaði bara svona, og ætlaði honum það, að hann myndi dæma mig ef ég myndi kaupa súkkulaði. Og svo segi ég eitthvað svona, bara að því að maður svona,
prófar stundum með því að grínast og segja eitthvað svona, já bara, vá hvað þetta er ódýrt eitthvað. Og allir að segja mér, já, þú ætti bara að kaupa. Þú veist, það var engin fordæming, það var ekkert, það var bara í kollinum á mér. Þú veist, en kannski myndi hann ekki kaupa þetta, ég veit það ekki, skilur við, þú veist. En ég var einhvern veginn búinn að ákveða það að hann myndi fordæma mig. Já. Og eins og ég segi, hann er örugglega löngu búinn að gleyma þessu, Já. en þetta situr alltaf eftir hjá mér, af því ég lærði þann daginn lektíuna að það getur verið að einhver taki einhverja ákvarðanir, hvort það er lífstílsákvarðanir eða einhverja ákvarðanir whatever, sem hefur bara ekkert með mig að gera eða fordæmingu á einhverjum öðrum. Já. Og ég held að við séum stundum of fljót að segja bara já, þú veist, þessi borðar ekki sykur eða þessi er grannsæta eða það eitthvað, þá er hann að dæma mig. En það er held ég ekkert, alls ekkert endilega þannig, kannski bara tók einhver jákvæð ákvörðun fyrir sig. Ég vona bara að þú hefur slegið til, Kitti. Keypt hennar pakka, þetta er bara... Þetta var rosalega gott díl, ég Þetta var bara rosalega mann það góð reyndar díll. ekki, sko. Þetta er nefnilega svakalega góð díl. Svona í framhaldi af þessu, þá langar mér aðeins að fara hérna það sem er gerast á streyminu. Endilega. Þá er hann Jóhann Hreggvinsson, hann er einmitt að benda á að við erum mislangt komin í göngu okkar með Jesús. Og þá kannski bara svona smá í svona sprelli, sko, út frá þessum massi, sko. Hann er komin lengra í því að hugsa heilsunni kannski og aðrir eru komin lengra í að lesa á hverju morgni og við erum alls konar. Þú veist, styrkleikar eru mismunandi og þess vegna finnst mér að okkur ber að sjá styrkleika okkar til þess að vera sterkari, ekki bresta okkar, sko. Af því að það hafa allir einhvern styrkleika. Og allir einhverja bresti. Og allir einhverja bresti. Og ég held að, sko, ef að það er mjög auðvelt að benda á gallana hjá okkur öðru. Já. Það er bara einfaldast í heimi. Það er einfaldast. Það er miklu erfiðar að sjá í gegnum þá og sjá það sem Jesús sér. Að sjá verðmæti hverrar manneskju. Og það er einmitt eitt af því sem að leksuhöfundurinn var að benda á hérna, að sko, ef við sjáum ekki gildi sérhverjar manneskju eins og hann gerir, erum við þá kristin. Nákvæmlega. Og það er spurning sem við getum velt fyrir okkur. Eins og Íris segir hérna, við getum rakið fólk í burtu ef við sýnum ekki aðgang. Ekki spurning. Það er málið, sko. Og þessi eru dæmi því miður. Og það er ekkert betra fyrir mig, og ég held að mjög margir er samlega, að vera séður. Ég sé þig og ég kann að meta þig. Þú veist, og það er að, mér langar að hafa samskipti við þig út frá því út frá verðmætiðinu. Vitið hvað ég meina? Ekki út frá því hvað veiklyndi þitt er. Af því við erum öll með veiklyndi, sko. En við verðum þá sterkari í veiklyndi okkar með því að styrkja styrkina, eða ekki? Jú. Er það ekki? Já. En ég held að þetta er náttúrulega, kannski það sem ég var að segja, kannski svona einhver mótvægi, en ég held að þetta er alveg, það er rosalega mikið sannleikur í þessu að við getum ekki bara gengið fram og sagt við erum með sannleikan, þannig að bara allir hinni til hliðar. Það gengur ekki upp. Þú veist, það er ekki viðhorf sem að mun hjálpa í einu eða neinu, sko. En þú veist, þetta er samt, þú veist, maður verður einhvern veginn að passa sig að því að það er líka svo ríkt í okkur að móðgast bara almennt út af einhver sagði eitthvað, að því að við höldum að hann sé pott að hugsa þetta eins og ég. Þú veist, ef við göngum út frá því að hann var örugglega að reyna að segja þetta á versta mögulegan hátt til þess að særa mig, já, þá er ég alltaf móðgaður, þú veist. En kannski bara átti manneskjan slæman dag eða bara mismælti sig eða orðaði þetta eitthvað óheppilega en meinti ekki með því, sko. Já. Þú veist, en það getur verið svo erfitt þegar við áætlum fólki hvað það er sem það er að meina með hlutunum. Nákvæmlega. Og kannski framhald af þessu, þá kallar Jesú okkur til að vera ljós heimsins. Eða, nei, ekki ljós heimsins, heldur ljós í heiminum. Já. Og mætti ég biðja þig, Kata, að lesa, ertu með Biblíu hjá þér? Já. 5. kaflan í Mattheusi. Já. 14. til 16. vers. 14 til 16, þetta er í fjallræðunni þar sem að Jesú er að tala til fólksins. Hann fékk sér sætið hann upp í brekkunni og svo fór hann að tala. Já. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist.
Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsunum. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vegsemi föður yðar sem á himninum. Ok, mér langar aðeins til að staldra við að vera ljós í heiminum. Hvaða afleiðingar hafði það? Hvað það sem á að koma út úr því að vera ljós í heiminum? Já, er það ekki til að leiða aðra að Kristi? Já, og hann nefnir nokkur skref þarna. Hann segir sko, þannig sjáu menn góð verk yðar og vexa með föður yðar á himnum. Þannig að fólk skilur og sér það að þú ert almennilegur eða almennileg er af því að Guð hefur gert eitthvað í lífið þínu. Nákvæmlega. Og þess vegna vexa maður það Guð. Og ég held að ef að söfnuður getur verið þannig lærdómsettur að það er andrúmsloft kærleika og umburðarlyndis, væntumþykju og raunverulegs vilja til þess að styðja við hvert annað, þá er það eitthvað sérstakt. Já. Sem að fólk sér og skilur að þetta er eitthvað sem að Guð hefur hönd í bagga hérna með þetta. Já. Það er hérna með kærleikan, það er sem sagt upplifunin að vilja. Þú veist, það er ekki skylda að bera kærleika. Þú veist, það er, og fólk finnur það. Þú veist, ég upplifu það ekki að mér ber að veita kærleika, heldur ég vil veita kærleika. Og það er kraftur Guðs þegar að vinna í gegnum hann. Það er bara, þannig vinnur Guð í gegnum fólk og það finnur að það er raunverulegt. Og það er eitthvað sem er í rauninni okkar leyndarmál eða, þú veist, undir mælikerfinu. Erum við undir mælikerfinu stundum? Það er góða spurningin. Af hverju setjum við ljósið undir mælikjar? Af hverju fær ljósið ekki bara að lýsa? Ef við erum með það á annað borð, sem er kannski líka grundvallarspurning. Erum við tímar? Já, ég meina, erum við ekki, ég meina það, eins og Kata sagði áðan, ég meina, að koma hérna í útsendingu og segja eitthvað og vita að þetta verður á YouTube, já, eitthvað sem fer á neti er bara á netinu, forever. Að maður hugsa með sig, ég meina, umræðan í samfélaginu er oft þannig að hún er ekkert rosalega fyrirgefandi fyrir einhver önnur sjónarmið en þau sem eru ríkjandi sjónarmið. Já. Þú veist, en einmitt þorum við að segja, já, ég er kristinn, ég trúi að Kristur hafi dáið fyrir mig og hann komi aftur til að sækja mig. Ég trúi að það sé eitthvað annað og betra. Þú veist, þorum við að segja það upphátt við vini og vandamenn og vinnufélag og svo fram eftir göttum. En ég hugsa nefnilega sko að það er sko líka rosalega mikið af vingjarnlegu fólki úti í heiminum og fólk sem prófar að fara marga vinnustæði, það prófar að sumir yfirmenn eru góðir og aðrir ekki og svo fram eftir göttunum. Þannig að ég held að kristið fólk geti ekki gert enga rétt af því að vera almennilegt. Við eigum ekkert enga rétt af því. Það er fullt af fólki sem er ekki kristið sem er almennilegt. Það er fullt af fólki sem er ekki aðventista sem er ekki almennilegir. En ég hugsa, til þess að við séum virkilega að vera ljós í þessum skilningi, þú veist, þá áttu Ísraelsmenn áttu áður að vera þetta ljós. Þeir áttu að vera bæði almennilegir og þeir áttu líka að sýna kannski einhvern aðeins öðruvísi munstur. Þú veist, þjóðirnar í kring, þeir voru að fórna börnum, þeir áttu ekki að gera það. Þú veist, þjóðirnar í kring voru að gera hitt og þetta, þeir áttu ekki að gera það. Þú veist, þannig að þegar við komum saman með það að vera kærleiksrík og að bera fram boðskapinn sem við erum að bera, þá fyrst erum við þetta ljós. Þú veist, af því að ég hugsa bara til þess að það, þegar ég byrja á mínum starfsvettvangi sem ég vinnu núna, að þá er einn einstaklingur sem er þekktur í þessum einstaklingur sem er innan kirkjunnar og það kom upp
í umræðu á starfsstöðinni áður en ég byrjaði að vinna þar, heyrðu, já, hann er aðventisti, hann fór alltaf fyrir á föstum, vann ekki á laugardögum, það var ekkert vandamál. Þetta ætti alveg geta gengið upp með Kristján, skiljum við. En ef að, sem sagt, það er engin lengi að fatta þetta, Óli Kristins, en þú veist, ef hann hefði ekki sagt þér aðventisti, þá hefði kannski aldrei gert þessu tengingu, skiljum við. Þannig að það er kannski ekki bara nóg að vera alltaf almennilegur og samviskusamur og allt svoleiðis. Kannski þarf maður líka að segja, ég er aðventisti og kannski þarf maður að segja, þú veist, ég tek hvíldardaginn alvarlega, ég ger hitt og þetta. En það náttúrulega gerir ekki lítið úr því að við þurfum að vera almennileg. Já. Þú veist, það er svona, en ég held að það sé eitthvað samspil. Og málið það, við gerum líka mistök. Já. Þú veist, þannig að ég hef alveg gert mistök, sko. Og maður verður alveg rosalega lítill í sig þegar það gerist. Er erfiðar að gera mistök í kristilegu samhengi? Er erfiðar að gera mistök í kirkjunni? Já, Erum við... Já, ég myndi halda það, stundum er það, sko. En samt ekki, sko, þetta er náttúrulega bara eitt samfélag. Ætti það ekki vera auðveldar að gera mistök í kirkjunni? Jú, í rauninni, sko. En maður bara, ég upplifa samt meira að ég verð meira svona lítil í mér og bara, hvernig snýr mér í því að reyna að laga þetta, þú veist, og fyrir að analysa of mikið og eitthvað svona. Af því að stundum, þú veist, þá vera árekstrar og maður verður stundum að skilja spor annarra þegar það gerist. Það er stundum löng frétt á baku það. Það er ekki endilega út af því að árekstrinu voru, það var meira kannski bara út af því að maður er illa sofinn, hormónir eru í rugli, þú veist, það getur verið alls konar í gangi, þú veist. Eða hvar maður borðaði vitlaust eitthvað. Já, eða hvar maður ólst upp. Já, eða hvernig maður ólst upp og svo framvegis, sko. Eða, þú veist, maður kann ekki alveg alltaf að vera, þú veist, ég er ekki alveg upp við það að alltaf vera að faðmast. Og ef fólk er eitthvað að faðma mig, þá er ég bara skrítin, sko. Þú veist, þetta er alls konar. Nei, COVID er bara fínt. Já, COVID er bara fínt. Nákvæmlega. Ég nákvæmlega einmitt hugsaði með mig bara COVID, ég er alveg veginn þessu COVID-i, sko. Þú veist, ég er ekkert alltaf eitthvað að kyssast og knúsast, sko. Fínar afsakanir. Já. Nei, ég held einmitt, sko, að það er reyndar alveg líka, sko, til í þessu, sko, að auðvitað eigum við að vera samfélag það sem að við erum opin fyrir því að fólk gerir mistök og erum fyrirgefandi, því að það er nú bara í allt, þú veist, Kristur segir fyrirgefið eins og yður er fyrirgefið. En svo erum við líka mjög kannski fyndina því að við segjum, já, en þú ert kristinn og fólk í kringum okkur segir, þú ert kristinn. Ég meina, þú mátt ekki gera mistök, af því að þú ert kristinn, þú ert að segja þetta og þetta og þetta, þá verður þú að vera fullkominn. Og ég held alveg að við okkur sé alveg hægt stundum að detti þetta og segja, heyrðu, já, fyrir 10 ára síðan, þá gerir þessi þetta. Maður hugsa bara með sér, fyrir 10 ára síðan, ertu að grínast, skilur. Eða, já, það var nú einu sinni sem að hann sagði eitthvað sem var ekki alveg nógu gott. Maður hugsa bara með sér, ó, vá, manst þú svona vel. Eða, þú veist, hverju skiptir það máli? Eða, þú veist, ég held að við getum alveg stundum haldið okkur sjálf eða annað fólk í söfninum upp að einhverjum hærri staðli sem að getur verið stundum ósanngjarnt en stundum ekki. En svo er það líka hitt að sko, við höfum kannski verið særð og það hefur aldrei verið leiðrétt og það situr í okkur. Já. Og það gerir umhverfið ekki eins örugt. Já. Þannig að það er, þú veist, og við þurfum líka að geta horft í gegnum þetta. Því að svona er þetta bara. Svona er það að vera manneskja í mannlegu samfélagi, að við gerum mistök og við særum og við erum særð og við þurfum þá líka að geta afsökunar á því þegar við höfum gert það. Það er það sem að gerir umhverfið líka örugt. Er eitthvað að gerast í netheimum? Já, það er náttúrulega, þau eru að ræða svolítið á milli sín líka, en Erik náttúrulega bendir okkur á boðorðið sem Jesús sagði, sem við þekkjum nú flest, en við höfum aldrei tyggja nógu oft, sko. Nýtt boðorð gef ég ykkur, segir Jesús, elskið hvern annan eins og ég elska ykkur. Þetta ætti að vera umhverfið sem við mætum í söfnuðum. Það gefur frelsi til að vera sá sem maður er. Nákvæmlega. Þetta er mjög góður punktur, Erik. Takk. Þetta er nákvæmlega það að elska eins og hann hefur elskað. Það gefur okkur leyfi til þess að vera við sjálf. Og við eigum ekki að vera steypt í eitt og sama mótið. Já.
Guð talar kirkjuna sem líkama því að við erum öll ólík. Við eigum ekki öll að vera sami líkamshlutin. Klálega. Og við höfum ólíka hæfileika og við tjáum okkur líka ólíkt vegna þess að við komum frá ólíkum aðstæðum og bakgrunnum. Já, Og þar þurfum við líka að hafa umburðarlyndi til þess að geta vaxið. Já. Því að við vöxum ekki ef að við þorum ekki að spyrja spurningana. já, nákvæmlega. Ég held einmitt líka, ég held líka að við, sko, það að við séum mismunandi, það að við höfum mismunandi reynslur, það að við höfum mismunandi bakgrunn, í raun og veru akkurat tilgangurinn, því það þýðir að við getum kannski náð til mismunandi aðila í Akkúrat. samfélaginu. Já. Það er kannski einn sem myndi leita til mín, það er annar sem myndi leita til Kötu, það er einhver enn annar sem að Helgi myndi skilja og geta náð til. Já, Einhver sem ég á enga möguleika að ná Nákvæmlega. til. Þannig að við þurfum að einmitt að sætta okkur, eða semst átta okkur á því að fjölbreytileikinn, hann í raun og veru af hinu góða, það í raun og veru, þú veist, að því að við höfum öll okkar hlutverk. Þau eru kannski mismunandi en við höfum öll okkar hlutverk í áætlunarverki Guðs. já, Og það er alveg sama og kannski í þessu samhengi langar mig til þess að vitna í mér fannst svo skemmtileg sagan á sunnudagskaflanum. Það sem var fjallað það var sagan af rabbínanum sem að spurði nemendur sína hvernig þið getið vitað hvenær nóttin endar og dagurinn byrjar. já, Og manni finnst það svona frekar einföld spurning og augljós, en það komu svör sem að mér hefur kannski ekki dottið í hug. Eitt svar var þegar við getum greint mismuninn á fíkjutré og ólífutré. Á þessum tíma var náttúrulega allt svart, bara þegar menn fóru að sofa og það var einhverjir svona olíulampar sem að menn notuðust við og það var ekki mikil birta, maður var ekki að lesa bækur við olíulampa endilega. Kannski fór maður bara að sofa fljótlega. Fólk svaf reyndar betur og lengur á þessum tíma, gerir ég ráð fyrir. En þetta var pælingin. Mismunur á fíkjutré og ólífutré. Nei, það er ekki það. Og annar segir, er það þegar við getum greint á milli geitar og kindar? Nei, það var ekki heldur það. Og svarið sem að rabbíninn var með var, við getum vita hvenær nóttin á enda og dagurinn runnin þegar við getum hort á andlit sem við höfum aldrei séð áður og gert okkur grein fyrir því að það sé andlit bróður eða systur. Þangað til skiptir ekki máli hvort dagurinn eða hve bjartur dagurinn er. Það er enn nótt. já, Og ég held að þetta sé kannski nákvæmlega það sem Eiríkur líka benda á að elska eins og Guð hefur elskað, að það skiptir engu máli hvaða sannleik við höfum ef við ekki sjáum bróður eða systur í andliti hvers einasta manns. Skiptir það engu máli. Þeir eru talandi að kasta upp spurningum. Það var ein spurning hérna Já, og það er frá honum, hvað er þetta? Honum, var ekki Jóhann? Allan, það er ein spurning hérna frá Fróða. Getum við orðið særð innan okkar samfélags? það er ekki spurning. Ég held ég vilji ganga það langt að segja, við getum kannski hvergi verið særð eins mikið eins og af þeim sem okkur þykir vænst Já, Ég held að það særir mann ekki mikið þegar einhver blá ókunnugur heitir einhver í mann, já, en ég held að það sé ekkert sem særir meira heldur en þegar það kemur frá þeim sem okkur þykir vænt já, og þess vegna held ég að hlutir verði oft svo snúnir, já. bæði í fjölskyldum og eins í samfélagum. Svo segir Edda Karlsdóttir hérna, erum við ekki alltaf að hugsa allt of mikið hvað annað fólk hugsa, segir og gerir, fljótt að gera fólki upp hugsanir okkur sjálf eins og Kitty kom inn á áðan með súkkulaðið. Þannig að
Og líka, þú veist, að við erum að ákveða áður hvað annað fólk er að eitthvað, þú veist, í rauninni er það bara eitthvað allt annað og það ristir einhver meginn allt öðruvísi og málið þá kemur aftur að því við þurfum bara að tala saman. Já. Af því að ég myndi segja fyrir öllu mínu leyti að minni upplifun í okkar samfélag, leiðum að gera þá þetta ekkert mál, sko. Það er bara að fronta, sko. Af því að það eru allir vel að vilja gera þau, sko. Af því leiðum að fyrir að búa til eitthvað ský, sko, það bara magnast það og svo þetta í rauninni bara eitthvað smáatriði oft, sko. Tíminn hann líður, hraðar heldur en við öll óttuðumst. Mér fannst svolítið góð tilvitnunin hérna á miðvikudagskaflanum í hann Albert Einstein. Það ganga nú tilvitnanir í Albert Einstein sko út allan veraldarvefinn og ég held að fæstar þeirra séu raunverulega eftir hann. En þessi nú trúlega eftir hann. Og hann skrifaði, mér finnst það svolítið góð tilvitnun og ég held hún skiptir svo miklu máli. Það er mikilvægt að hætta ekki að spyrja. Forvitnin á sinn eigin tilverurétt. Það er ekki hægt að komast hjá því að fyllast óttablandinni lotningu þegar við hugleiðum leyndardóma eilífðarinnar, lífsins og undraverða samsetningu raunveruleikans. Það nægir ef við reynum að skilja þó ekki sé nema smá brot af þessu leyndarmáli dag hvern. Glötum aldrei heilagri forvitni. Er hætta á því? Já. Af hverju er hætta á því að við glötum forvitni? Já, við getum komist þeirri niðurstöðu að við vitum bara allt. Þurfum ekkert að vera að skoða neitt meira. Það sé bara komið. Við erum með nægilegan skilning. Nægilegan skilning, nákvæmlega. Já. Eða bara við skiljum þetta. Já. Og í raun og veru, sko... Við erum þá ekki leið komin í þessa hrokafullu afstöðu sem talar bara niður til fólks. Jú. Jú, getur verið, en ég held að auðvitað sko, nefnilega leiðu ég sagði þetta nægilega skilning, þá vil ég samt leggja alveg ekstra mikla áherslu á það að fagnaðareindið er rosalega einfalt. Þannig að nægilega mikil skilningur getur verið rosalega lítið. Þú veist, þú þarft bara að skilja að Kristur dó fyrir það á krossi og trúa á hann og það er fyrirgefningin og allt það fylgir. Bara ef maður iðrast sannlega, þannig að það er ekkert flókið. Nei. En sko, þegar við höfum áhuga á einhverju, að þá viljum við fræðast meira það og meira. Þannig að þegar forvitnin er farin Guð og eilífuna, himnaríki og allt þetta, þá er hugurinn okkar einhvers staðar annars staðar og það er kannski hættumerkið. Þú veist, ef Albert Einstein hætti að vera áhugasamur eðlisfræðina, þá hefði hann kannski átt að segja því að það kannski ætla ég ekki að vera eðlisfræðingur, það fer ég kannski aftur í háskólann og læra eitthvað annað, skilur, eða eitthvað, skilur, það hefði hann ekki lengur áhuga á þessu. Þannig að ef maður glatar forvitninni, þá getur það verið. Getur verið að við óttumst það þegar að fólk fer að spyrja djúpra, þungra spurninga eins og það efist? Er hætt af því að við verðum það bara hrædd við svoleiðis og reynum bara að slá þetta borðinu með einhverju einföldu svari? Bara eins og hver erum við og af hverju erum við hérna og hvað er þetta allt saman? Er pláss fyrir allt þetta? Já, ég held að það sé alveg klárlega pláss fyrir þetta. Ég held að stundum samt þegar við tökum þessu umræður þá hugsa ég, já, vorum við ekki líka að ræða það í fyrra? Þú veist, erum við ekki búin að ræða þetta svo oft? Þú veist, þegar við erum sama fólki að ræða sömu hlutina aftur og aftur, kannski í leksu aftur og aftur og aftur, þá fyrir maður að hugsa, ok, það er nú kannski svolítið mikil endurtekning. En þá er kannski bara að því það er einhver skilningur sem vantar. Þá er það kannski að ræða þetta frá einhverjum öðrum sjónarhorni eða eitthvað. Og kannski höfum við ekki einu sinni skilið spurninguna. Já. Kannski voru að spyrja vitlausa spurningu. Já, eða þú veist, ég er kannski óþolinmóður að ég tel mig skilja hvað verið er að tala, en ég hef í rauninni ekki náð raunverulegum skilningi á umræðuefninu. Já. Það er líka hætta. Já. Þannig að enn og aftur komum við að mikilvægi umburðarlyndisins í öllum samskiptunum. Mér datt í hug hérna eitt vers. Já. Þú mætti lesa það. Já. Og það var hérna Póstolasagan
17, vers 26 og Já. 27. Og þar stendur, hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar hann hafði ákveðið settan tíma og mörk bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti þær þreifuðu sig til hans og fyndu hann, en eigi hann langt frá neinum af oss. Þannig að það er líka það, sko. Það gleymir stundum að hann bara hér Já. og núna. Já. Þetta er ekkert, maður þarf ekkert að fara í eitthvað tölvuspil og finna einhvern lykil, sko. Þetta er bara hér og nú og bara, halló, þannig ertu, þú veist. Eða hér. Við gleymum því stundum. 50. kaflinn fjallar það að læra af hverju öðru eða hvert af öðru. Og ef við ég velti fyrir mér, sko, í rauninni þegar ég las þennan kafla að þá fjallar hann í rauninni bara svo mikið líka vitnisburð. Við lærum af hvert öðru í umræðum eins og svona núna, en þetta eru svona, okkur hættir til að vera með svona einhverjar intellektúal samræður eitthvað, en svo erum við að lifa lífinu dagsdaglega og við deilum því kannski ekki alltaf með hvert öðru. Þannig að vitnisburður á samkomum eða í kirkjunni, það er kannski eitthvað sem við vanrækjum í þessu lærdómsferli. Já. Vitnisburður skiptir rosalega máli, sko. Og svo velti ég líka fyrir mér að því að við erum vitnisburður bara með líf okkar. Þorum við að spyrja okkur spurningarinnar, hvernig vitnisburður er ég? Bæði á vinnustað, í fjölskyldunni, eða hér. Hvernig vitnisburður er ég hér? Mér finnst eitt alveg frábært sem Erik sagði. Og hann segir, lífið felur í sér breytingar, við breytumst og þess vegna þurfum við stöðugan, nýjan sannleika, dýpri skilning á því hvernig sannleikurinn á við í mínu lífi. Á þessum tímapunkti. Á þessum tímapunkti. Þess vegna er samfélagið. Já. Þess vegna þurfum við alltaf að kasta upp sömu spurningunni, af því að við erum ekki endilega að tækla spurninguna, við erum að tækla hvort annað. Já. Og leyfa öðrum að koma dýpra inn í hana. Af því að við erum alltaf á sikkuðum stað, eins og Jóhann Hreggviðsson var að benda á. Og svo segir Steinunn, erum við þá ekki að koma í raunheimi og netheimi, þú veist, svona í gríni, þú veist, sem sagt að koma fram við alla í kærleika í raunheimi og netheimi, þú veist. Já, nákvæmlega. Af því að það er núna okkar. Við erum oft, sko, stundum, sko, já, ég þakka fyrir að ég ólst ekki upp við netheima. Það væri örugglega mjög margt þarna úti eftir mig sem að ég vildi ekki sagt hafa. Já. Og ég vona að ég hafi öðlast svona þokkalega þroska til að láta ekki allt flakka á netinu. En já, þar er oft sem við rífum hvert annað niður. Já. Í tölvupóstum, í Facebook-kommentum, kommentakerfi við fréttir, bara að því við sjáum ekki hvert annað. Já. Og það er kannski það sem að þegar öll er á botninn hvolft, þetta snýst svo mikið sambönd og samskipti og þau verða að vera til staðar. Og Páll er náttúrulega svo ofta að tala samfélagið og að efla samfélagið og styrkja það. Tíminn er náttúrulega alveg að verða. Sjáum til, get ekki flett hérna. Mér langaði til þess að enda kannski aðeins á þessari hugsun að því það sem ég tek út úr þessari leksíu, það er mikilvægi þess að skapa öruggar aðstæður til þess að geta lært.
og það hefur verið hægt að tala um það í klukkutíma, sko, mikilvægi þess að draga úr streitu til þess að bara yfirleitt að heilin geti lært nýja hluti. Því við lærum það ekki undir álagi. Þannig að það er svo mikilvægt að við séum með örugt umhverfi þar sem við getum mætt með reisn og yfirgefi svæðið með sæmd. Og þá fannst mér svo falleg tilvitnunin þrá aldana í föstudagskaflanum þar sem að Ellen White skrifar að Kristur hann brást vonum áheyrenda sinna og gyðingana veraldlega upphefð. Í fjallræðunni leitaðist hann við að gera að engu afleiðingar falsmenntunar og færa áheyrendum sínum réttan skilning á ríki sínu og lyndisengun. Og þarna kemur það sem mér finnst svo gott. Þó réðst hann ekki beint að tálmyndum fólksins. Fólki var með einhverjar hugmyndir, en hann réðst ekki að þeim. Hann sá eymd heimsins sem syndin hafði orsakað, en samt lýsti hann ekki fyrir fólkinu hinum andlega vesaldómi þess. Hann sýndi því það sem var óendanlega betra en nokkuð sem það hafði þekkt áður. Án þess að ráðast á hugmyndir fólksins Guðs ríki, sagði hann því frá skilyrðunum til inngöngu í það og lét það sjálft að draga sínar ályktanir eðli þess. Sannindin sem hann kenndi fólkinu eru engu síður mikilvæg okkur en mannfjöldanum sem fylgdi honum. Við þurfum engu síður að þekkja grundvallarreglur Guðs ríkis. Og það sem mér þótti svo væntum í þessari tilvitnun að Kristur hann mætir fólkinu og hann leyfir þeim að halda sæmd sinni. Hann er ekki að brjóta það niður, hann er ekki að brjóta niður hugmyndir þess. Hann kemur sem kærleiksríkur frelsari og hann beinir sjónum þeirra að einhverju öðru og betra. En hann er ekki að brjóta niður hugmyndirnar sem það hafði heimsmyndina eða annað. Og ég held að það sé mjög mikilvægt þegar við mætum fólki, hvort sem það er fólk sem er að koma nýtt inn í kirkjun okkar eða fólk sem við höfum setið með árum saman, að við getum mætt hverjum og einum og séðan sem það verðmæti sem Guð sér, án þess að finna til okkar eigin þarfar til að brjóta einhverjar hugmyndir niður, heldur frekar beina sjónunum að einhverju ennþá betra. Tíminn líður og ég er örugglega farin fram yfir á tíma. Ég vil þakka ykkur öllum sem heima sitjið fyrir að hafa fylgst með og tekið þátt og ég vona við höfum náð að tæpa á kannski flestum hugmyndunum sem komu fram í umræðinni. Ég er mjög þakkláttur fyrir að það var ekki mitt hlutverk í dag því að ég hefði örugglega misst af öllu af því hugur minn er bara einhvers staðar á einum stað. Þannig að Kata, kæra þakki fyrir að hafa verið á tölvunni með okkur. Við ætlum að ljúka þessu núna í dag á bæn, ef ég mætti biðja þig, Kata, að leiða okkur í bæn. Já, sjálfsagt. Kæri himneski Faðir, takk fyrir að vera með okkur í dag og ég bið þess að þú haldir áfram að vera með okkur og veitir okkur öllum þinn heilagan anda, hjálpar okkur að vera kærleiksrík til hvers annars og ég bið þess sérstaklega að þú gefur okkur kjark og hugrekki að vera ljós í heiminum og einnig bið ég sérstaklega þolinmæði á COVID og okkur hlakka til að hittast aftur. Ég bið þess að bæn í Jesú nafni. Amen. Amen. Amen.
dag og gleðilegan hvítadag. Í dag er samkoma skipulag með börn í huga en vonandi geta allir lært eitthvað. Við erum þakklátt fyrir að geta komið saman þó við séum ekki öll hér. Í dag ætlum við að hugsa hvað það þýðir að vera hugurök. Það er nefnilega þannig að það er alveg sama hvað við göngum í gegnum. Guð hefur lofað að vera alltaf með okkur. Við getum tekist á við hvaða verkefni sem er því að hann er með okkur. Ég ætla að lesa úr fyrst kafla Jósúar bókar vers 9. Verið sterk og hugrakk, óttist ekki og gefist ekki upp því að Drottinn Guð þinn er með þér hvert sem þú ferð. Þvílík uppvörðun. Tökum nú smá tíma í að heilsa hvort öðru, endilega skrifið nafnið ykkar í spjallið og segið hæ. Það er svo gaman að vita hverjir eru hér saman. Nú skulum við heyra tónlist. Kór Suðurhlíðarskóla ætlar að syngja fyrir okkur. Þetta var nú falleg þakkarbæn. Þá er komið að smá leikþætti. Hvað er þetta? Til að segja hann að kassa hérna. Kannski skildi einhver eftir. Það er enginn. Ekki opna hann. Hvað er þetta? Bíddu! Hvað? Sérðu kassann? Já. Það er eitthvað inn í honum. Það er eitthvað risastórt inn í honum, eins og risastór björn. Björn? Já, hann gæti verið svangarefninni. Það er ekki til birnir á Íslandi og alls ekki í kirkju. Það er alveg sem það. Við sáum heimildabíómynd einhvern tímann. Og við ættum að kíkja í hann. Nei, bíddu! Heyrðu þetta? Það gæti kannski verið ljón þarna inni. Það með svona risastórar, beistar tennur
sem gæti rifið skinnið af mér. Það ég hélt þú sagðir það var björn. Ég skipti skoðun. Þetta pottþétt ljón. Það heldur ekki ljón á Íslandi. Og alls ekki í kirkju. Ég ætla að gá. Hvað þetta górilla? Svona risastór górilla sem gæti étið okkur. Heldur ekki górilla. Ertu viss? Ég er búinn að sjá nokkra í kirkjunni. Nei. Ég ætla að fara að opna hann. Og kannski, það allavega eitthvað í honum. Ég ætla bara að gá og vera hugrökk og gá. Ok, það reyna að opna. Geta þér, þið hjálpa mér. Kannski. Þú ert miklu sterkari en ég. Ég veit það ekki. Ég er hræddur. Ég ætla ekki að sjá ljón, górillu, né björninn inni. Ég skil ekki. Hvernig getur þú svo hugrökk? Ég? Hugrökk? Ég er bara hugrökk út af því að hann Guð, hann er alltaf með mér. Já, þótt eitthvað sem það. Hvernig getur þú ekki verið hræddur hljóðinni í þessum kassa? Ég er alveg hrædd, en að vera hrædd, það þýðir ekki að vera hugrökkur, það þýðir ekki að maður er ekki hræddur. Ég skil það ekki. Já, og Guð hann er með mér allan tíma. Svo. Ertu viss? Já. Kannski er einhver sem þarf hjálp. Það er einhver sem er fastur þarna niður og við getum hjálpað. Ok. Ok. Þú reynir að opna, ég tel upp á 3 og svo þegar ég segi 3 þá opnar þú kassan, ok? 1, 2, 3. Ólega er ég ánægð að þið eru komin. Þakka ykkur kærlega fyrir. Sonja, hvað varst þú að gera henni? Ég hef nú bara verið hérna ofan í Hansi lengi. Það er búin að vera rosa, það er búin að koma fullt af fólki hérna inn og það er bara enginn verið að opna. Úff, þetta var orður hálf lofttómt hérna inni. En hérna, hvað voru þið duglega að opna kassan fyrir mig? Þakka fyrir það. Það er ekki góður. En ég verð ekki. Nú, hver var að hjálpa þér? Þetta. Þakka fyrir. Þetta var æðislegt. Já, ég er rosalega ánægð með það. En heyrðu, ég er nú alltaf að reyna að koma mig út úr þessu hérna. Þetta er nú svaka stór kassi. Ég ætla bara að taka hann hérna frá. Er ég bara? Það er sjálf. Já, ég held það. Ég get þetta ekki sjálf. Ég veist það. Við verum sterkt. Þátturinn kassan kennir okkur dálítið mjög mikilvægt. Krakkarnir sáu ekki kassan en vissu ekki hvað var í honum. Þess vegna urðu þau hrædd. Oft er það eitthvað í lífinu sem okkur finnst stórt eða við erum hrædd við það. Við veitum kannski ekki hvað við erum að gera þegar við erum hrædd. Það eru margir staðir í Biblíunni þar sem talað er hugrekki, því Guð er með okkur. Og nú ætlum við að fá að heyra nokkra krakka lesa nokkur svona vers hugrekki. Fer sjálfur fyrir þér, hann verður með þér, hann mun hvorki sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Dorir 2.4 Jafnir þótt ég fari tíma dag óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Sprotið þín og stafur hugga mig. Sálmurinn, kafli 27, fyrsta vers. Drottinn er ljós mitt og fylgtingi. Hvern ætti ég að átast? Drottinn er víki lífs míns, hvern ætti ég að hræðast? Sálm 56, 4 og 5. Þegar ég hræðist, set ég traust mitt á þig. Með Guðs hjálp lofa ég orð hans. Ég treysti Guði.
ég óttast eigi. Frið læti yður eftir minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þegar ég hrópaði, bæn heyrðir þú mig. Þú veittir mér hugmóð er ég fann kraft hjá mér. Það er svo mikil blessun í þessum versum. Hvert og eitt segir á sinn hátt að Guð yfirgefur okkur aldrei. Við vitum að Guð er með okkur, við þurfum ekki að vera hrædd. Og nú fáum við að heyra Samúel spila fyrir okkur á píanó. Það er stundum gott að gera eitthvað þegar við biðjum, til að hjálpa okkur að hugsa. Eitt er til dæmis að skrifa bænaefni á miða sem við getum límt á vegginn okkar eða á einhver sérstakan stað og fylgst með bænasvörum. Þetta er líka gaman að gera sem fjölskylda. Ég er með nokkuð orð sem ég ætla að skrifa á miða áður en við biðjum. Þið getur gert eins heima ef þið viljið. Áhyggjur. Börnin. Hugrekki. Vi skulum biðja saman. Elsku Jesú, við þökkum þig fyrir að geta alltaf tala við þig hvað sem er, líka þegar við erum hrædd. Við þökkum þig fyrir að passa okkur. Við biðjum að þín fríði fylli hjörtum okkar og huga. Að þú takir áhyggjurnar okkar, passir áfram öll börnin og þú gefur okkur öllum hugrekki til að vera börnin þín og segja öðrum frá þér. Gefðu okkur kærleika þín. Takk fyrir að vera alltaf með okkur. Við biðjum í þínu nafni. Amen. Nú munum við fá að heyra fallegan söng. Það er Elísa sem mun syngja fyrir okkur. We pray for blessings, we pray for peace. Come for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We
the one you hear is desperate plea. As long as we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through angels? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not your home. It's not your Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if a thousand sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointment or the aching of this life is every feelings of a greater thirst this road can satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest night, are your mercies in disguise? Sagan sem við ætlum að skoða er hugrekki. Við ætlum að fylgja Jósúa og Ísraelsþjóðinni. Jósúa hafði verið kosinn nýr leiðtogi, en þegar hann var yngri hafði Móses, sem var fyrsti leiðtoginn, sent hann í leiðangur. Hann valdi einn mann úr hverri ætt, en þær voru 12. Þeir áttu að fara sem njósnarar inn í Kanaan. Jósúa var einn af þessum 12 mönnum. Þeir áttu að koma með fréttir frá Jerikó, bæði af landinu og fólkinu. Þegar þeir komu tilbaka voru 10 menn sammála að þetta væri ómögulegt verkefni. Fólkið þarna var miklu stærra og sterkara en þau. Það voru bara 2 menn, þeir Jósúa og Kaleb, sem trúðu því að Guð passaði að þau væru örugg og að hann myndi halda loforð sitt. Því miður trúði fólkið ekki þessum 2 ungum mönnum. Þau voru of hrædd. Þess vegna urðu þau að vera í eyðimörkinni 40 ári viðbót. Á þessum árum lærðu þau að snúa sér til Guðs á hverjum degi. Hann sá þeim fyrir vatni og mat, þangað til að þau voru farin að treysta honum nógu mikið. Og þá fengu þau að fara inn í landið sem hann hafði lofað þeim. Það þurfti sko mikið hugrekki að þora að vera ósammála meirihlutanum. Jósúa og Kaleb voru hugrekkir. Þeir ákváðu að fylgja Guði í stað þess að fylgja hræðslunni. Þetta var ein af ástæðunum fyrir því að Jósúa var valinn sem næsti leiðtoginn. Trú hans á vernd Guðs yrði besta vopnið í baráttunni sem þau áttu eftir að berjast. Þegar við veljum að fylgja Guði, þá mun hann hjálpa okkur að berjast við hvað sem við erum hrædd við. Og nú mun Samúel spila fyrir okkur annað lag.
Nú voru allir farnir að treysta Guði í öllu. Þau voru loksins tilbúin að fara yfir ána Jórdan og inn í landi sem Guð hafði lofað þeim. Þau komu að ánni Jórdan og gengu bara beint út í hana, vitandi það að Guð myndi skilja hana í sundur. Og jú, Guð gerði það. Biblían segir okkur að vatnið hafi flætt langt yfir bakka sína, báðu megin. Þau gengu nú beint út í og gengu á þurru landi allan tíman. Þegar þau voru komin yfir, bað Guð þau að gera svolítið áður en þau færu áfram. Þau áttu að búa til altari. Alveg eins og áður, þá áttu 12 menn frá hverri ætt að koma saman. Nú áttu þeir ekki að njósna, heldur áttu þeir að taka upp stein frá árbakkanum og setja þá í miðja tjaldbúðina. Hérna ég með 2 steina. Það eru 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og 12. Jósúa sagði þeim af hverju þau ættu að gera þetta. Hann sagði, þegar börnin ykkar spyrji ykkur síðar meir hvað tákna þessi steinar, þá skuli þið kenna þeim. Ísrael gekk hér þurrum fótum yfir Jórdan því að Drottinn Guð ykkar þurrkaði vatnið upp frammi fyrir ykkur, þar til þið voru komin yfir. Það var eins og það sem Drottinn Guð ykkar gerði við Rauðahafið. Það var til þess að allar þjóðir jarðar játuðu að hönd Drottins er sterk og til þess að þið óttist ávallt Drottinn Guð ykkar. Ég viss að þú hefur einhverja minningar að Guð hafi verið með þér, eða kannski geta mamma þinn, pabbi, afi eða amma sagt þér einhverja sögur af því þegar Guð var með þeim. Nú skulum við syngja saman. Nú fáum við að sjá teiknimynd með framhald af sögunni. Halló öllsumul, þessi saga heitir Með hvorum stendur þú?
Biblíuversið er úr Jóhannesar Guðspjalli 14:1. Þar segir: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Skilaboðin eru: við getum tilbeðið okkar frábæra Guð á hverjum degi. Hefur þú einhvern tíma tekið þátt í samkomu? Já, við mjög stóri samkomu í kirkju til dæmis, þar sem eru 100 manna. Þér finnst mikilvægt að æfa þig vel, þú vilt ekki gera mistök. En þá hefur þú svo miklar áhyggjur að þú ert nánast búin að gleyma öllu sem þú áttir að segja. Svona reið Jósúa eftir að Móse dó. Jósúa gekk á milli tjaldana og brosti til fjölskyldnanna. Hann stoppaði ekki til að spjalla, hann hafði þörf fyrir hreyfingu og tíma með sjálfum sér. Það höfðu svo mikið af ótrúlegum hlutum gerst síðustu daga. Jósúa náði fljótlega til enda tjaldbúðana. Skrefin hans urðu lengri þegar hann þurfti að ganga yfir engin. Hann gekk þar til hann hafði góða yfirsýn yfir ána Jórdan. Þá stoppaði hann og horfði vel yfir. Áin hafði flætt yfir bakka sína og var hættuleg. Ísraelsþjóðin var komin örugg yfir ána inn í fyrirheitna landi. Hinn mikli Guð þeirra hafði komið þeim til hjálpar einu sinni enn. Páskahátíðin var nýbúin og fljótlega þyrftu þau að fara aftur á stað. Ferðin var ekki hættulaus því að í landinu var sterk og mikil þjóð sem voru óvinir Ísraelsmanna. Jósúa gekk í hringi og rannsakaði vel múra Jerikóborgar. Það voru stórir, háir, þykkir veggir. Tjaldbúðin virkaði svo smá í samanburði við múra borgarinnar. Jósúa hafði enga hugmynd hvað hann ætti að gera. Hvernig átti hann að leiða herinn á móti þessari stór borg? Þau áttu engin almennleg vopn til að berjast með og Jósúa hryllti við tilhugsuninni illa þjálfaða hermenn. Þeir voru ekki tilbúnir í baráttu. Allt í einu stóð einhver fyrir framan hann og hélt á sverði. Jósúa steig hugrakkur fram fyrir mannin. Með hvorum heldur þú? Spurði Jósúa. Okkur eða óvininum? Ef hann væri hermaður Ísraels, þá þyrfti hann að útskýra sig. Jósúa hafði ekki beðið neitt að fara út úr tjaldbúðunum. Ef þessi ókunni maður væri óvinur, þá þyrfti Jósúa að vera tilbúin að berjast. Hvorugum, svaraði maðurinn. Ég er hér sem yfirmaður herdeildar Guðs. Jósúa skildi allt í einu að þetta var ekki neinn venjulegur maður. Þetta var drottinn sjálfur. Jósúa féll niður á hnén í tilbeiðslu. Ég er þjónninn, herra. Hvað viltu að ég geri? Farðu úr skónum. Þú stendur á heilagri jörð, var svarið. Jósúa tók af sér sandalana og tilbað drottinn. Því líkur léttir. Jósúa hafði verið að hugsa stríðsáætlun. Hann hélt að það yrði stríð og að hann yrði að vera hersöfinginn. Nú lærði hann að baráttan var Guðs. Það var búið að ákveða allt og drottinn var við stjórn. Jósúa þurfti ekki að vera aleinn með alla ábyrgðina. Drottinn var þarna. Hans dásamlegi Guð var með honum. Við fáum að heyra meiri tónlist.
Guði Jósúa: Gangið í kringum múra borgarinnar, en það má ekki heyrast neitt hljóð í ykkur. Gerið þetta í 6 daga. Fyrst gengu vopnaðir hermenn, svo prestar og svo aftur hermenn. Dagarnir liðu 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Þau gengu hringinn og blesu í lúðra en sögðu ekki neitt. 7. dagurinn var öðruvísi. Þá áttu þau að ganga 7 hringi og svo áttu þau að æpa vegna þess að Guð hafði gefið þeim borgina. Þeir æptu eins hátt og þau gátu, þar til að veggir borgarinnar hrundu niður. Að vera hugrökk er að treysta á það að Guð sé með okkur. Muniði versið sem við lásum í byrjun: verið sterk og hugrökk, óttist ekki og gefist ekki upp, því að Drottinn Guð þinn er með þér hvert sem þú ferð. Við erum ekki í her Ísraels og við þurfum kannski ekki að fara í stríð, en í lífi okkar er samt margt sem við þurfum að kljást við, eins og sjúkdómar, kvíði, það að fara í próf, standa með þeim sem minna mega sín, fyrirgefa þeim sem hafa gert okkur eitthvað og margt fleira sem er erfitt. En við getum alltaf treyst Guði. Við þurfum ekkert að gera ein. Nú fórum við að heyra lokalagið. Það er kór Suðurlandsskóla sem syngur fyrir okkur og svo skulum við biðja saman. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Ég er barnið þitt, ég má biðja þig, ég má lofsyngja þitt nafn. Þú ert alltaf við, ég leita þín, minn Herra, minn Guð. Nú skulum við biðja. Kæri Guð, takk fyrir það við getum komið saman í þínu nafni og tilbeðið þig þó við séum ekki á sama stað. Við biðjum þig að blessa eitt og hvert okkar, hvar sem við erum, að þú hjálpir okkur að vera hugrökk, treysta þér í öllu sem við þurfum að takast á við. Hjálpað okkur að elska þig og elska hvert annað. Vertu með þeim sem stjórna landinu okkar, vertu með öllum fjölskyldum og skólum. Vertu með læknum og þeim sem að berjast við þennan vírus sem gengur yfir heiminn. Við vitum að þú ert með okkur sama hvað gerist. Við biðjum og þökkum í Jesú nafni. Amen. Þá vil ég þakka ykkur öllum fyrir að horfa og hlusta á okkur hér í dag og óska þess að við mættum öll eiga góðan hvíldardag. Munið að hugsa vel hvert annað.